Elisabeth, ég hringi í allt gengið. Ég hringi í alla. Rappar að tala beef. Gonna get finished swap. Þú ert ekki með þetta líf. Býst út fluga á vegg. Hótar að búla upp en hníf. Er ég segju við sért ekki real. Rappar hvað að stapla stórt en pass með 10 og kring. Ript svo mig hvaran ég fer upp á hverjum degi. Afsagaður á Ok, þarna, ég sko ég var hlust á það ekki og þetta er bara ágætt, skilur rappið, veistu hvað ég tala ég bara get ekki menn að tala afsaga hvað? Afsaga spýtu? Hann er með sort of shotgun, maður. Lítur að tala það. Myndi drepa fyrir gengið, ok. En hvað segir hann? Þetta er einu, Rappar að tala beef, missi ekki svefni við því. Eitthvað. Ég veit ekki, rappar að tala beef, missi henni svefni ekki svefn. Ég held að hann bara bætti við til að rýma, sko. Ég hef oft gert það, eitthvað svona. En hvað, svefn, beef? Já. Beef hvað? Ég er spáðið rýminu. Rappar að tala beef, daginn þegar sengan er svefn. Kemur ekki rým, veist, er þetta ekki... Þykist vera real. Býtu. Kemur ekki rím? Er þetta ekki A-B-rím? Býtu? Elisabeth, ég hringi í allt gengið. Testum þetta bara. Ég hringi í alla. Ekki að ég ætla ekki að fara að ljóðgreina eitthvað. Rappar að tala A, B, A, B. Veistu hvað það er? Já, ég skilji. You be dumb. Já, They be smart. They be smart. They be smart. En er þetta svona ekki besta... Veistu hvað er leiðilegt fyrir því núna? Hvað? Núna mæta þér heimtíðin með afsaga. Já, bara ekki, veistu að tala beef? Já, tjóka. En er þetta ekki besta íslenska rappnafni samt? Rich Homie Quaran? Jú, eitthvað. RHK. Þetta er bara alveg svo Rich Homie Quan. Rich Homie Quan Run. Má ég spyrja þig með Rich Homie Quan? Fuck, er ég að búið til beef? Nei, vó, þetta er gengsta lag. Það var ekki tekið aðeim. Nei, ég er að segja, þú veist, er ég að búið til beef? Já. En þú ert ekki að vera að missa svefn. Æ, please, ekki beefa mig, sko. Ég er fjölskyldum maður. Já. Ég fór að beefa svo heitan eldin, sko. Ég vil bara gera poplög, skilur. Ég vil bara, núna í dag vil ég bara með kassagítar. Ég vil bara, ég er bara rólega í lífið mitt, ándjóks. Já, ég fíla það. En Rich Homie Quaran, myndum við pínu á Rich Homie Quan? Myndum það pínu á það? Ég bara, ég man eftir þegar Rich Homie og Young Thug voru fyrst að koma. Hvað fucking, veistu hvað, það var godly kombo. Ég veist ekki á lengi að fatti þetta. Þetta er svo, hefur þið... Áðurum höldum áfram. Ja. Bara, þú veist, ef ekki gefa þeim sjátt að, fyrst við erum eitthvað making fun of them. Hvernig finnum maður þetta lag? Ég held þetta sé bara Instagram TV. Þetta er bara Instagram? Já, þetta er bara Rich Homie Quaran. Kom út á TikTok. Fít Helgi B. Ok, fair enough. Ok, Rich Homie Quan, Young Thugga. Já, þú veist, þegar það wave kom að ég man þegar ég gáði lag sem heitir Lifestyle. Manstu hvernig það er? This is lifestyle. Sko, ég þegar Lil Wayne kom, ég var alveg svona anal á hluti eins og það verður að heyra sko að segja, eða þetta verður að rýma. Bitch, þetta þarf ekki að rýma og bitch, það þarf ekki að heyrast neitt hvað segir að mér finnst alltaf svo gott að taka bara myndlíkuna Sigurós, hvað fokkanum eru þeir að segja? Þeir eru ekki öll að hlusta Sigurós, skilur við? Þeir eru ekki óslega stolt af Sigurós, þeir eru bara bling, bling, skulum, gló. Jú, en ég er ekkert að tala um það. Búm, búm. Hvort það heyrist, hvað það er að segja ekki. Manstu ekki hvernig, hlustu bara pínu á Lifestyle. Þetta er nefnilega, þetta er svo ógeðslega óhefbundi, sko. Ég man að þetta veit ekki hvað lag þetta er. Það er ekkert lag sem ég hlusta á jafn oft og þetta lag. Hækka pínu. Þetta er svo gott lag. Yeah. This is the Fuck, hvað er gott lag? Þetta er svo bestu partur sem maður.
Æps. Hann gæti Stoppa þetta er örugglega bara nákvæmlega þessi kafli. Það er besta sem heyrst bara. Nei, þetta sé ekki bara besti kafli í rap-sögunni. Bara af öllu. Ég var að hugsa það, sko. Mér finnst þetta skáka allt annað. Bara allan ferilinn hans Tupac, allan ferilinn hans Biggie, allan Kanye-katalógin, allan Drake-katalógin, bara þessi litla lína, skilur við? Mamma, ég hef heyrið einu sinni. Já. Ok. Þetta er eitthvað betur en allt. Já, býtu, ég þarf að... En hvað finnst þið vera besta... Býtu, ég er svo mikið til í að lifestyle lyrics. Já, living life like a beginner, this only the beginning. Lifestyle lyrics, young thug. Ég veit hvað hann segir þetta. Já, þú veist, mér heyrst að segja baguette eitthvað þar. Hann segir living life like a beginner, but this is only the beginning. Er það ekki? Nei, hann segir and living like beginners and this is only the beginning. Býtu, we came straight to the bottom. Ok, spila það eins. Ok. Lifestyle. Herri skýta það. Spila þetta. Came straight from the bottom to the top of my lifestyle. Ok, hann segir N-word, living life like a beginner, this is only the beginning. Þetta er svo gott, dót. En hérna... Er einhver, sko, Young Thug, er einhver nettar en Young Thug? Já, hann var svo dónlegur við þig. Hey kid. Hann var ekki, hefur hort af viðtöl við hann? Já. He talks a little bit like this. Já. Hann talar bara svona. Heyrðu þegar hann var drullugur hérna Lil Wayne, eða? Nei, veitu hvað, það var nýlegt eða? Já. Ég manna ekki, eða þú veist, getur verið? Hann byrsti að tala að Lil Wayne var bara hetjanast þegar hann var alveg upp, svona, kannski, obviously, en Lil Wayne, ég held að Lil Wayne sé algjör douchebag maður. Lil Wayne, þeir hafa hist nokkuð sem, og Lil Wayne heilsa hann aldrei. Segir hann það? Er hann að segja það? Ég sé þetta. Já, þannig að bara fuck him. Ég hugsa bara að, alls konar svona lið, eins og þú eru horfir á svona 70s, 80s hetjur, bara svona 60s, 70s rock hetjur einhverjar og það sér þeir allir einhver svona geð flamboyant fötum og maður er bara, wow, hvað var í fucking gangi at the time. Ég held að nákvæmlega sama, Young Thug og Meek og svo alltaf gengi. Við horfum tilbaka eftir 20 ár, 30 ár og við verðum alveg, wow, hvað það var svalt tímabil. Og þetta var ógeðslega cool. Já, er þetta mumble rap tímabil? Nei, ég er ekki að tala um það, ég er að tala um, ég þól ekki... Hey, ég er bara the messenger. Já, ég veit að þú hlustar á þetta líka, en þú veist, að tala um þetta sem mumble rap, essin, eitthvað svona niðrandiri, er svona sama og þegar að, mér sko finnast í heimi, einhverju lúða fucking rockarar, hafi verið að drulla yfir autotune á sínum tíma, eitthvað, það er bara verið að breyta röddinni, what the fuck, hvað gerir gítarpedal, hvað gerir þessi gítarpedal að fucking taska sem þú ert með á öllum giggum og ert eitthvað maður bara, akkur spilar ekki bara reel á gítarinn, akkur getur ekki bara nota original soundið, ég fatt ekki að þetta er instrument, veistu hvað ég tala um? Já, en þú veist, End of discussion. Ég er nefnilega Young Thug opnaði augu mín fyrir þessu sko. Eftir my name is Jeffrey plöðuna þegar hann var með Harambe flow er fucking it grows on you. Getur þú spilað það? Já, ég verð að spila það er í setni partinum á leiðina að fer hann full þegar hann fyrir þetta flow. Já, er þetta ekki samt bara, er hann ekki bara Rick James? Jú, 100%. Ég sá umræðum daginn. Það var einhver að tala um þetta. Voru við að tala um þetta? Gæti við að tala um þetta? Ég sá eitthvað við um það. Bara setni partinum á leiðina, það var
and I take two. You know I did a lot of sins and I hope you still God. give it small. Just cause I got me a spot in LA, that don't mean I'ma change the crew. Fuck, my bitch tryna figure out how she can tell me to chill without changing you. Fucking, I'm changing up, but my fans are changing up. Það geðveikt. Og málið Líka flóið á undan þessu hann bara bestur. Fyrir mér hann bestur. Hann bestur að nota röddina sem hljóðfæri. Nei, hann bara, já, auðvitað. Sko, það eru 2 gaurar. Ef þeir gefa plötu þá ég bara, þá hendi ég frá mér öll sem ég að gera og ég fyrir að checka á henni. 3 semi. Það sem gefur út plötu bara í annar einhverju vík. Það nei. Við vorum ekki sem að tala að það var gestur. What's up? Herri. Blessaður. Ég elska hvað herri, hann mætt, gesturinn okkar í dag herra Netusmjör. Getum gert. Eiður, getur þú sett eitthvað í eftirvinnstuna? Herra Netusmjör. Já, 6 mínútur úr Hamraborg. Vá, þú varst fucking fljótur. Já. Þú líka sagðist alltaf að koma 45. Já, og klukkan fyrir, að þetta náttúrulega Já, ekki ég veit að það búið að banna mér að tala um tíma og bara konseptið vikudagur og okkur svona dótt. Já. Í herðu, þú kemur inn í funheita umræðu. Ok. Hún byrjaði á Rich Homie Kvaran. Ok. Ok. Þess að við vorum að tala um það dæmi og ég bara, ok, fair enough, bara menn að gera rap. Ég eina sem stuðaði mig menn að tala um afsæðar haglabissur ok, anyway, við skautum fram með því og nema það að vera að tala um bara afsæðar spýtur, skilur, það maður bara sem voru ekki að gera sem voru ekki að gera en og síðan erum við bara að tala um Young Thug já og við vorum að spila þetta Já. ok það geðu herri, hvað þú ættir að vera búin að læra að vera með mækinn nær þú er búin að vera svo lengi í Já, podcastinu ég meina, þetta ekki í lagi No Face? Jó, þetta gott sko. Ekki? Þetta no face approval ég var að tala um ég var að tellja upp það eru þeir artistar sem að ef þeir gefa út og ég gef svona bara hætti öllu sem ég er að gera Ok. Young Thug hann samt gefur út það mikið efni að ég þyrfti sem ég bara alltaf að vera að leggja bílnum Einmitt, þú myndir bara vanrækja börnin eða þú myndir alltaf segja því hann er bara bókstaflega búin að gefa út örugglega síðan við byrjuðum podcast í dag Einmitt. Kanye er svona gauður sem að reyndar eftir síðustu plötu þá er ég ekki viss um að ég myndi stoppa bílinn Nei. aftur, ég skilja, okkur stoppa í bílinn okkur fer ég ekki bara í síman og setja á plötuna leggja út í kant Ég sko, Drake hjá mér ég ætla að segja Drake Já. Drake ég man eftir í hvar ég var þegar síðustu 3 Drake-plötur kom út eða eitthvað Einmitt. og ég man hvar ég er þegar Kanye gefur út Ok. þetta eru bara svona life-changing þetta er svo stórar útgáfur en fannst ykkur síðast að Drake-plata hafa verið svona legit útgáfa stoppuðu Nei. daginn eitthvað þar eða? Scorpion? Nei, hann hefur gefið út síðan þá eitthvað Dark Darkling Demo Tape Já, nei Það var svolítið throwaway bara svona stemmingsdæmi held ég sko Eða ekki? Jú, það var bara bókstaflega bara hey, by the way, hér er ætla ég að sópa upp milsnunni að ég er búin að vera að baka geðveitt brauð síðust árin og ég ætla að sópa upp milsnunni fyrir ykkur og láta það fá Það var svo mikið búið að leka sko þannig að og þú veist eitthvað alls konar linkar og SoundCloud og eitthvað þannig að hann tók sér bara til og setti það á netið sko mér fannst það teip ömulegt Já, mér fannst það alls ekki gott sko að það var líka, ég reyndi mitt besta og held mögulega að ég var að vera old piece of shit en Tusi Slide-lagið Einmitt er bara lag sem I get it, ég skilur af hverju hann gerði það skilur, en mér fannst þetta að vera svo mikið cloud chasing Mér finnst það veisla sko þér finnst það veisla við náttúrulega deilum ekki alveg nákvæmlega sömu sín á svona hluti Nei, sko. nákvæmlega þú hugsaðir þetta bara hann gerði þetta ógeðslega mikið pening og þetta fór bara allalega toppinn nákvæmlega sem hann ætlaði að gera Ég fíla ekki Kanye sko, ég fíla ekki Kendrick Vá, hvað ég tengi með Kendrick maður mér finnst það ofmennast ykkur í heimi sko ok, við skulum aðeins bakka þetta Er það tveir einum með? Já, tvö rítart sem átti einum í þessari umræðu förum aðeins yfir
mér langar aðeins að byrja bara af hverju fílar ekki Kanye? Það náttúrulega stór hluti er bara fanbase hans. Það mjög trekt fanbase. Þetta svona þetta er bara Nei, svona Eminem fanbase skilur, þetta er bara svona algjör stans. Mér finnst Kanye vera góður mér finnst hann vera góður pródúser og allt í lagi rappari. En ég get sagt þér það að því ég hef verið svona órjúvanlegt stan á Kanye og meiri segð þegar hann gaf út Whoopity Scoop þá var ég bara Þetta er framtíðin. Nei, ég var meira svona þetta er ömulegt en það er samt eitthvað gott í en síðan gaf hann út hérna Jesus hvað heitir hann ekki? Jesus is King Já. Og hún er bara ömuleg. Veistu af hverju hann gaf út Whoopity Scoop? Já. Það er ógeðislega. En að segja frá því? Já, það er basically þannig að þeir, sko Kanye, þetta er mjög flókið og ég mæli með því, ég ætla að mæla með að fólk fari og tjekkja á skoðanabræður á Patreon, af því þessi þáttur er sko, og þarf að kaupa hana þá. Ekki bara hlusta á annað podcast en þetta, borgaði fyrir það. Já, það er ógeðslega gott, það er fara yfir sögu Drake í 3 þáttum, sem hlusta á það? Nei, ég er ekki með hlusta á það. Og basically eru Kanye og Drake í ykkur svona, þú veist, það er búið að vera eitthvað svona skot hér og þar í gegnum tíðina. Svona kaldastríð í hip-hopi. On jokes. Og síðan eru þeir að vinna saman, það er ekkert svo langt síðan, þú veist, 4-5 árið eitthvað. Og síðan náttúrulega allt þetta dæmi sko með Pusha T og hann revílar og Drake sé að fara að vera pappi. Drake kennir Kanye það. Já. En sem kemur ljós setna meir að það var ekki Ok, en kom það í alveg ljós eða var það ekki bara að Kanye á Twitter að segja hann hefði ekki gert það? Nei, Pusha T sagði það líka í viðtölum. Hann sagði að Pia sem var 40 pródúserinn hans Drake var svo hjá. Hún hefði verið eitthvað að gossipa þessu í hann eða vinkonu hans eitthvað svona eitthvað svona pillow talk sem fór allir. Maður veit náttúrulega ekkert hvað ég nákvæmlega satt í þessu. En það eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað leiðir upp að en þeir eru allavega í bífi og Kanye gefur út hana, hefur heyrt þetta Whoopity Scoop? Já, hann gefur út að hann var búinn að gefa Drake þetta beat. Drake fannst þetta svo geggja beat og hann vildi gera eitthvað úr því. Þannig að hann bara, hey, já, by the way, hérna Whoopity Scoop beatið, sem langaði svo ógstlega mikið. Stað bara beatinu og gera eitthvað kjafta. Líka það er samt, mér ást það frekar nasty, sko. Ég heyrði á þessu að þetta hefði verið beatið hans Drake, eða sérst, hann var búinn að eyrnamerkja honum hann, sko. Og fóð síðan bara og skemmti beatið. En maðurinn er náttúrulega bókstaflega geðugur, og bara mjög opinskár með það, en það er svo vont. Það er svo fyndið, hvað er Kanye gamall? Er hann ekki 45 ára? Já. Pældi í því að vera nenni að standa í þessu, þú ert 45 ára. Þetta er svo absúrt heimur Hollywood, þú veist, það er bara, pældi ekki að pappar okkar voru að gera þegar þú eru 45 ára. Já, og líka bara, í einhverjum svona deep beefi við einhverja unga gaura, þessu unga, Drake er samt, gleymist í að hann er líka alveg að fara að verða, veist, rap er young man's game, en hann er einhvern veginn búinn að vanvælda sig gjössamlega endalaust. En ég ætla að segja með Kanye, ég veit ekki hvað þetta er. Það er bara eitthvað, eins og ég tala við vinið mínu sem búi í Bandaríkjunum, þá eru þeir meira svona, þeir eru bara skilja ekki eitthvað í dýrkarna þegar þeir hata hann svo mikið út af því hvernig persónleiki hann er. En aftengingin er svo mikil eins og við vorum að tala um gangstarrap daginn, Arnar, og við tala um gangstarrap daginn, og það er einhvern veginn, mann finnst allt í lagi að hlusta bara á eitthvað, bara shoot you in the face, en leið og bara einhver Íslendingur segir það, þá er maður bara, wow. Já. Einmitt. Er ekki bara út af raunveruleikunum, skilur? Jú, bara því við erum bara bókstaflega, við erum mjög aftengt. Hvítir, millistéttar gaurar á Íslandi, sem elskum gangstarrap, og ok, þetta er kannski ósangjant í umræðuna eitthvað með Kanye, skilur, og okkur maður fílar ekki Kanye. Já. En allavega, Kanye er svona dúddinn sem að ég veit ekki. Þú bara elskar hann og það er bara það. En fyrir þá yfir í næsta dæmi. Já. Ég nenni ekki að taka þessu umræðu við ykkur. Kendrick í alveg af hverju? Þú veist, við erum ekkert að fara að setja þetta hérna. Mér finnst það bara asnalegur og ég get ekki hlusta á eitthvað sem mér finnst það asnalegur. Arnar, hvað er með það? Af hverju finnst þér? Mér finnst að gera wannabe 90s rap. Ef ég vil hlusta á 90s rap, þá hlusta ég bara á 90s rap. Ef ég vil fá þetta lyrical dæmi, skilur, að því maður nenni ekki alltaf að hlusta á Lil Pump, skilur.
ekki það ég hlusta ekki á Lil Pump en bara þannig dæmið skilur þá, þú veist, ég fæ mitt svona lyrical fill bara frá Rick Ross og 2 Chainz sko. Ég er svolítið sammála þessu og en ég fílaði Kendrick fyrst, mér varst að gefa þetta Good Kid, Mad City, mér varst það alveg cool diskur en diskurinn eftir það Pimp a Butterfly ég alveg sammálaði með Pimp a Butterfly en það sem ég er að meina með því er að mér varst hann bara að vera með svo mikla stæl á henni hann var bara, núna er ég búin að gera svona rap og nú ætlum ég bara að gera nákvæmlega sem ég vil gera og hann vil bara gera eitthvað leiðilegt Nei, er þetta ekki smá, eins og að því að núna ert þú svona bíómyndafróari hvað sem það er og bara dýrka bíómyndi það mikið ég dýrka líka rap Já, en sko, þetta er smá svona eins og þeirra leikarar gera eina mynd fyrir sig eina mynd fyrir Hollywood gera 3 lélegar Hollywoodmyndir og sem gera eina fyrir sig, eitthvað svona artið dæmi er þetta ekki bara smá, hann þurfti bara að taka út Pimp a Butterfly en hvað er þessi 3 diskana hans þá? Ég skal segja það nákvæmlega því diskurinn sem kom út á undan, Section 80 er geggjaður Mad City er geggjaður Hvað er bestu lögin af Section 80? Ég veit ekki eins og hvað bestu lögin af uppáhaldskanniti sem við erum heita þannig að við getum ekki einu sem farið í bara ef ég fletti upp ADHD ADHD Hvað er uppáhaldskanniti skurðin? Kanni? Jesus, alveg bara alveg allaleg Það er ekki bara besti diskurinn hans Nei, menn það er rosa skipta skoðun menn tala meira Beautiful Dark Twisted Fantasy Einmitt og Það er ekki hundlegur diskur Nei, hann er geðveikur ertu fucking rugglaður Ég manna ekki klikkaði diskur en Jesus bara breytti svo miklu sándi En hvað Býtu, þú verður ekki bara ég ætla að leiða mér að fucking klára það er Pimp a Butterfly fannst mér svona Segðu satt, hún var hræðileg Nei, hún var ekki hræðileg Hvaða lag var á henni sem var eitthvað? Bro Það var bara að spila á gong og hann eitthvað að rappa Ég hefði ekki vaknað svona snemma að ég vissi að við varum að fara að tala Kendrick sko. Nei Þú ert ekki bara að hlusta okkur tala Kendrick greinilega viltu vakna enda klukkan 7:30 og koma að hlusta Kendrick Ok, og ég ætla að segja eitt í viðbót og síðan platan Damn sem kom út 2017 Strákar Já, gaur, ég meina þetta er bara allt Þú hlustaðir ekki á hana? Ég hef náttúrulega komst ekki hjá því að hlusta á eitthvað af henni af því að þetta fór í mikla spilun þú veist, spilun er hann gæslega bara svona inn í okkar hringum Einmitt bara gaur Þetta er ekkert eðlilega leiðilegt sko. Þetta er ekkert eðlilega leiðilegt sko. Hvað finnst ykkur þeirra maður spyrir ykkur, hvað finnst ykkur þeirra rappar að fara svona að leika karakter í lögunum? Veit ekki hvað er að tala um? Getur þú komið með eitthvað dæmi? Já, Marshall Ég hata Kendrick gerir það oft Hann gerir það alls ekki oft Nefndu mér eitt lag Ég man það ekki Mér fannst það alveg fyndið, þú veist, þegar Eminem gerði það þegar ég var 10 ára, skilur en svo einhvern veginn eina dæmi sem er dettur í hug sem gerir það eitthvað ennþá er bara Hobson eða eitthvað Já, fuck that guy maður ég man ekki eftir fucking aim það er típa af rappi af hverju varð Eminem hvernig fór hann úr því að vera nettasti gaur í heimi yfir í að verða þreyttasti gaur í heimi bara Já, ég skil það ekki, sko Er það ekki bara að þetta er young man's game? Er samt, ég meina... Nei, ég held að sé meira, sko... 2 Chainz er 45 ára eða eitthvað, sko. Já, ég held að sé meira samt að því að... Rick Ross líka. Já, en Eminem hitti bara okkur veif. Þá, hann bara svaraði kalli, það var bara gapp í markaði. Bara reiðir úlingar. Já, reiðir úlingar og líka bara náði svo brjálaðislega inn á bara, bara hvítir Skandinavíu búar Það var ógeðslega fyndið Eminem's newest album is sponsored by Mountain Dew and telling your mom to shut the fuck up Já, þetta er, hafi ekki heyrt eitthvað svona mím eitthvað svona gaura sem heitir Kyle Jú, það er náttúrulega bara Eminem gaur Já, gaurinn Ég ætla að senda það lag sem ég heyrði í gær Mér? Nei, ég ætla að senda það á Arnar og hann ætla að spila það og það var ógeðslega fyndið að skrifa einhver Gen Z trying to cancel Eminem eitthvað, byrju, ég ætla að senda það á Vó, það þarf að blurra, ég sagði nafnið þitt Já, þá skulum við mjúta það frekar Sagði ekki bara Arnar? Já, Nei, ég sagði sko Sendum mér þetta fucking lag Það er að skrifa niður að við þurfum að blípa ég sagði bókstaflega Arnar Settu nafnið Settu meira aðteklu á það Ok, hérna kemur eitthvað Byrju, ég ætla að lesa upp tweeti fyrir fyrst
ef ég finn það, einhvern tímann. Tjöfisir stemming. Láttu okkur vera, maður. Herri, spila þetta bara. Já, hérna, Gen Z trying to cancel Eminem. Oh, honey. Og síðan kom þetta lag. Ready. Þetta er þetta lagi, hérna. Já. Það er hérna vísauðlýsing fyrst. Nei, þetta er ekki. Já, ég setja vídeo hérna fyrir ykkur. Já, takk. Hérna. Alright, zip, bam, zippity fly, zippity lip a dack do a big and bob, do a zip, 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 zippity doo, flippity rip it, skippity rip it, zippity doo, dabba loopa, Ég bara, þegar hlustu Eminem í dag, þá heyri ég bara og spólaði næsta vers. Í næsta er það vers. Já. Veitu það, kemur hann á þess, þarna. Já. Er þetta ekki Nathan for You? Ok, þetta er komið gott. Þetta, fyrir mér, eitthvað svona multi-syllable, killable, fillable. Hann segir líka bara eitthvað í dag, sko. Já. Það er bara eitthvað sem að rýmar, sko. Og gerði það með eitthvað svona plötu sem heitir Kamakazi og hún á svo mikið að vera að dissa á alla gaurana sem í dag og maður er alveg, það er enginn að spá í svona bífum í dag eins og þú ert að spá í bífum. Hvað fannst ykkur hérna bara MGK og hann? Já, nei, ég var að rugla, nei, það var This beef is sponsored by Mountain Dew telling your mom to shut the fuck up while playing Halo. Já, ok, þú veist, hafði enga skoðun á því þannig, sko. Ég er svona gaman að því að MGK fór að gera þetta rock-dæmi, sko. Eitthvað svona teen angst dæmi, sko. Já, er ekki bara, það er svo fyndið, í raun og veru er Eminem eini hvíti rapparinn sem fór ekki að gera eitthvað hræðilega rockmúsík í kjölfarið á rappferðin sem Yellowwolf var geggjaður. Já, einmitt. Ekki Riff Raff. Riff Raff tók mjög skrítið tímabil. Alveg bara... Öll hans tímabil hafa verið mjög skrítinn. Já, hann er samt einhvern veginn, hann er komin, sko, hann gaf að lagan daginn sem heitir Swan in my Pond. Já. Sem er geggjalag, getur sett, En Swan in my Pond? Já, það er bara, þú veist, það er... Mér finnst Riff Raff verið með geggja nafn, sko. Já, en Riff Raff var, sko, veist, hann var mjög cool, síðan var það eitthvað svona wrestlinggaur í smástund. Ég elska það, sko. Bara, spilum bara fyrsta viðlagi þessu. Er það byrjað bara hérna? Já. Líka bara þessi stíl sem hann er búin að vera með allan tíman sem er óskiljanlegur, sko. I just threw a swan in my pond. Ok. Er hann ekki búin að rappa svona bara alltaf? Mér finnst það geðveikt, sko. En þú veist, þetta er bara svo, þetta er svo gott flex. Þetta er serious flex. Og þetta er í raun og veru eins og þegar við vorum að tala, ég ætti að fá mér hænu í garðin. Mér líður eins og á einhverju tímapunkti þegar fólk verður ofríkt, þá færa sér hænu. Eitthvað exotic dýr og það er hæna á Íslandi. Já, þú veist, Þú veist það Tiger King nema með hænur. Sko, Chicken King, Chicken King. Já, hefum þið Chicken King. Og maður farið þetta í, þú veist, hefur þú orðið var við hænur í Kópavoginum? Já. Það er það? Já, gamlega, ég er á Vassendunum, sko. Já, auðvitað. Það eru hesthús. Það eru hesthús, það er ekki eins og hænur í búrum. Nei. Þær eru bara. Þær eru bara lappandi við göttuna. Nei, það eru hænur í einhverjum görðum annars, sko. Bara við grunnskólan, algjörlega, sko. Fyndið maður. Hvað veist, ég man eftir því þegar ég var lítill og allast upp í soft Kópavogi, vilja menn kalla, vildi Birgir Hákon meina. Að Vassendi væri soft Kópavogi? Nei, að 109 Breiðholt væri bara Kópavogur. Það varst ekki alveg upp í Kópavogi. Ég alveg, hætt að dissa mig. Herru, og ég er ekki að djóka, þegar maður fór þarna yfir hólinn, þá var ekki bókstæla ekki fucking shit og þess vegna svo skrítið að sjá hvað er mikið komið núna. Já. Og er ekki ennþá bara svona sveitabæir og svona eitt og eitt. Jú, við vatnið eru ennþá sveitabæir, en ég meina það eru sko svona dýrustu húsin á Vassendunum eru með hesthúsi líka í garðinum, sko. Já. Og alveg bara svona, þú veist, ekki kofi, bara alvöru hesthús og svona smá reið, skilurðu, þú veist, það er svona... Hvenær flytur þangað? 10 ára. Já, ok. Fair enough.
Er það ekki alveg bara massa bólun að vera með hesthús í garðinu? Það er ógeðslega bólun. Er það ekki? Kostar ekki bara, hvað kostar að halda upp í hesti, veitu það? Það er eitthvað ógeðslega dýrt Er það ekki? Ef að giska ok, ég ætla að koma með ef einhver finna svo nei, við fáum bara svar þegar fólk er búin að stóða þáttinn og senda okkur reiði skilaboð ég ætla að giska á að hestur kosti 400.000 á mánuði? Nei, bara einn hestur að kaupa hest? Já. Ok. Hvers konar hestur? Er þetta, þú veist... Stóðhestur? Er þetta, skilur, hvað er það að hann gera? Ertu bara að chilla með hann eða er hann að fara að keppa? Þetta er ekki gamall hestur. Nei. Og þetta er ekki fólald. Nei, ok. Ok, ég er að kaupa hest Já. sem að verður túristahestur. Ok, já, einmitt, bara svona slakka hestur. Já, samt fyrir, þú veist... Það getur fara að kynna hann um að tölta eða eitthvað. Það er ekki að fara að keppa neins þar. Jú, hann var að keppa í ferðamanna innanum, þú veist, hann er besti þannig hesturinn. Ég veit ekki, ef að setja upp 2, ok, hvað heldur að svona keppnishestur kosti? Keppnishestur getur kostað alveg bara, þú veist, 3 til 15 milljónir. Þú veist þetta, eða er þetta... Bróðir minn er tamningamæður, sko. Æ, djöfullinn maður. Fer leikur. Vá, hvað þetta fer. Ok, þannig að mitt gisk á 400 skall var bara það way var off. alveg fáránlegt, já. Way off. Ok, en nú giska hvað kostar að halda upp einum hest. Erum við með húsnæði, erum við með mat og allt innifælið? Þetta er bara situation sem Árni var að tala um. Þú ert einn á Varsendunum og með hesthús í garðinum. Já. Og bara hvað kostar bæði bara svona rafmagnið, heyið, Rafmagnið fyrir hestin? spýtur. Ég myndi segja 400 skall á mánuði væri alveg ágætt eftir þar, sko. Fyrir einn hest? Einn hest? Já, svo náttúrulega lækkar það, þú veist, það er ekki 400 per hest, skilur. En það er startgjaldið Svo skrítinum bara. Já, nei, þetta er geðum, þetta er sko right down the alley of podcastum. Já, veit engin neitt. Ég myndi segja 400 skall að vera ágættis estimate. Sko, ég veit að að því nú á ég fisk. Ok. Nú á ég fisk. Til hamingju. Þakka fyrir, ég hata líf hans. Ok. Og það er ekki, sko, ég vorkir hún svo ógeðslega mikið. Hún kom systir konunar, kom heim með fisk. Fyrst, ég man ekki eins og hvað hann hét fyrst. Síðan heitir hann prinsessa, en við köttum hann alltaf Rýpa. Ok. Af því það er fiskur á serbnesku. Ok. Heitir hann bara fiskur, sko. Ha? Ekki finnst að hundarnafnið er bara hundur. Nei, ég sko finnst að tölum sér fiskin, ekki gleyma þið, en þá var verið að lýsa eftir týndum kettum daginn og eitthvað elsku Mjálmar sem ég var Mjálmar er enda geðveitt nafn. Það er ég sendi líka bara sorry en ha-ha, skilur, þetta er bara ógeðslega gott. Sendur það? Já, og manneskjörn sem setti þetta inn, skilur, sem var ekki Get ekki að hjálpa. Nei, ég sendi þetta svo, það var önnum sem setti inn, þú veist, í story. Ég sendi ekki bara ha-ha á manneskjörn sem týndi Mjálmari, en ég vona að Mjálmar finnist. Hann er svona gulur kís, getum við ekki sett inn mynd af Mjálmari til að hjálpa, við séum ekki bara að... Ég er bara catface. Nei, þú veist ekki bara setja inn bara mynd af... Hver er Mjálmar? Þetta lúk er sem Mjálmar hérna. Já, þetta er Mjálmar. Æ, við skulum ekki, þetta er ógeðslega að finna ykkur. Þetta er hérna Mjálmar það. En það sem ég ætla að segja, ég er að halda uppi fisk. Já. Ég vilja hafa kísuna bara á það. Og vil ég giska hvað það kostar á mánuði? Ég ætla að segja að það kosti, sko, með búrunu og allu, ég ætla að segja svona 750 kall. Það er way off, að því ég held í alveg að það sé nær svona 50 kalli á mánuði. Það er sko... Ég finnst það fekk ég búri gefins. Ok. Og ég keypti eitthvað mat og fiskur, sko, maturinn fyrir fiskin kostaði bara eitthvað 1000 kall eða eitthvað. Þeir líka borða bara eitthvað krydd eða eitthvað hannig. Er þetta ekki krydd? Það er bara hárrið. Bókstaflega á matnuna, þá gef ég honum Seasonal. þá gef ég honum svona 4 litlar kryddkúlur. Já. Hann er nefnilega ekki með svona, ég veit hvað þú ert að tala um, svona fiskakrydd. Já. Sem að þú actually bara svona kryddar vatninu. En hann var 4 litlar kúlur og það eru örugglega svona 400.000 kúlur í svona gaur. Hann fær 4 kúlur að borða á dag. Ok. Reyndar 8, hann fær á morgnan og kvöldin
Og hvað sagði það að vera margar? 10.000 kúlur? 400.000. 400.000 kúlur? Sem er reglega smá ofmat. Ok. Ertu að gíska? Græði bara að eiga fisk. Þannig að þú ert góður í cirka 100.000 daga. En síðan má ekki gleyma, sko, ég þarf nefnilega að setja nýtt vatn á svona... Það er ekki frýtt. 3 vikna fresti þar ég að setja nýtt vatn. Samt, ég man ég átti eitthvað svona fisk eða frosk eða eitthvað. Já. Og fisk? Hvort áttu þau? Þetta voru froskar þegar ég manna núna. Okay. Ertu að vera salamöndrur? Nei, þetta er froskar. Ég átti 2 froska og geta ánað með þá. Og Stóðu svo vel. Já, algjörlega. En svo kom að ég að þrífa búrið. Og ég náttúrulega gæti ekki googla bara eitthvað how to clean a frog tank. En ég skipti bara vatnið, en þá lifa þær ekki af í allt og hreinu vatnið eða eitthvað þannig. Hafið þið heyrtið þetta dæmi? Já. Við skiptum, hvernig virkar þetta? Ég er náttúrulega, sko, fiskurinn okkar er þannig, og elsku fiskurinn rýpa. Ég er alveg talað, ég vakna á mótnana og auðvitað er þetta komið á mína ábyrgð. Eitthvað svona, börnin mín fengur það og ég hugsaði um leið, god damn fucking rýpa, nú þarf ég að sjá Jóp, eitthvað fishy piece of shit. Já. Og við eigum svona bond þar sem ég horfi á hann á hverjum einsta degi og hugsa bara Ég hata þig. Nei, ég er nefnilega elskan en ég hata líf hans. Elskaru fiskinn? Nei, ég elskar það ekki. Að þú veist, ég hata að hann þurfi að vera þarna af því að ég get ímyndað mér hversu ömurlegt það er að vera þessi fiskur. Já. En heldur hann sé með sjálfsvitund eða? Heldur hann viti eitthvað er í gangi? Ég held, nei, ég hann alltaf fættist í búri. Já. Og er búin að vera í búri bara allt sitt líf og hann veit ekki neitt en ég veit samt hún getur ekki liðið vel það er lítill kastali. Getur hún liðið? Er þetta ekki bara eitthvað lítið drast? Ég heldur hún getur þú googlað bara Ken Fish Feel Hvernig þetta er að vita? Ken Fish Feel, getur þú googlað það? Já. Er þetta gullfiskur eða? Nei, hann er grár það er ekkert spes við hann fisk. Við fengum basically fish do not feel pain when the way humans do according to en þú veist do fish get depression já, stendur það ekki þar já, gera það goldfish, þetta er svona svipa goldfish við fórum í dýrabúðina við sögum bara fish depression is not a joke já, nákvæmlega the New York Times how can you tell if a fish is sad ok decreased appetite, ok, ég skilji. Þannig ef hann hættir að borða... Nei, ef hann fyrir niður í 3 kúlur á dag, þá þarf það að fara að gera eitthvað í einum málum, sko. Hann har fått fiska, shrink. Það sem hvað var ég að segja? Já, við sögum bara, ok, við þurfum fisk, hann þarf að þrífa sig sjálfur, þú veist, það má ekki, og hann þarf að geta að lifa bara í venjulegu vatni. Áttu ekki kött, eða? Nei. Nei, þú hefur aldrei átt kött. Jú. Þú hefur aldrei átt kött. Ég hef átt... Þú hefur aldrei átt kött. Alveg rétt, ég hef aldrei átt kött. Sko, ég átti eins og kött sem hét Oliver. Það er og nú á ég barn sem heitir Köttur Oliver. Já, Oliver. Og bróður. Nú á ég barn sem heitir Köttur. Djú, það er svo mikið tilviljun. Manst eftir í trapphásinu sem ég bjó í með Jóadegi það sem að var ekki ruslafata og menn reyktu hassinni manst eftir því að við áttum kísu skjaldböku. Nei, málið þetta var, ég bara mest útstæðið að segja þetta var mest að dömp sem ég kom inn í. Ok, fyrsta lagi, ertu sko, bara því þetta var ekki einbýlshús eins og þitt hús þú getur ekki varst að segja það var ekki ruslatunna og þeir reyktu hassinni bara, rólegur herra forseti það var ekki einbýlshús það var bara, löggan var alltaf á leiðin og mér leið þannig, sko, mér leið ekki vel ég man ekki eftir að löggan hafa þú var frá ekki, kottu bara chillaði bara íttu burt hann að sprautun á lónum þetta var ekki svona þetta var dálítið ógeðslegt en þetta var ekki svona þetta var svo mikið, íbúðin var svo mikið svona þetta var bara svo hotn í góð hefur. Hvar var íbúðin? Beint á móti FB þetta var við liðin á Hraunbergi og Nikka bara já, það er enda hálfið og fórstu einhvern tímann í 3. hæðina? Nei. Ok, bókst sko íbúðin sem ég bjó í stúdíói var þar seinna meir
á þriðju hæð, þetta er bara þess að heitir þetta einmitt. þriðju hæðir, þetta var ekki þeir voru svo ógíslega freðnir, þeir hefðu ekki rökhugsun í að skýra þetta neitt annað en bara hæðina sem var á það var bara, hvað er að skýra þetta stúdíó? Á hvað hæð erum við? Og ég held mér þess að ég alveg tala að þetta hafi verið á annar hæð Já, en voru þeir að vitni í þessa íbúð sem Trap House-ið þitt, eða? Já, Trap House og Jói það átti þessa íbúð. Hann átti... Hlaut að vera. Hann var allavega, ég veit ekki hvað þetta var. Ég hef aldrei þetta hljóðar. Ég veit ekki heldur hvað þetta var. En Jói það nei, við skulum... Hann... Ekki verið að fara að dissa Jói það minni völd. Nei, ég mun aldrei gera það. Hann er legend í leiknum. Já, ég er no face og hann er Joe Day. En ég man ekki einu sinni hvernig við fórum þangað. Við vorum að tala um Trap Houses, við vorum að tala um fiskinn. Já, við vorum að fara að reikna út hvað kostar það með hest á mánuði? Við vorum búin að finna út, þetta var 400 skall. Vorum búin að finna út? Já, við vorum búin að svona gíska það. En ég meina, hvernig ætlum við að finna það út? Ég segi að við bara lefum fólki að kjósa og þeir sem viti eitthvað að segja. Já, en þú veist, eða bara þú hringir í bróðu greinlega, þetta er alveg svo ömurlegur leikur. En maður spyrja ykkur einu sko, eða steppa þú ert konungbúrin, ég pæli í því, sko. Er ég hvað? Konungsbúrin, ok. Ef ég pæli í því, þú veist, pabbiðin var ráðherra. Já. Og bróðin er hestalæknir. Sko, pabbi minn, já, var ráðherra. Bólin. 2002 til, þú veist, bara, ég man ekki hvernig hann hætti, bara, hann var 1 tímabilega. Já. Bróður minn er tamningamæður, annar bróður minn er atvinnukafari. Atvinnukafari? Já, systir mín er flugmaður. En maður er atvinnukafari, ég er ekki, nú að djóka, hvað, veist, er ekki bara ef að það er verið að smygla dópi eða einhver deyr og það er leitað af honum? Nei, hann var að gera við olíuborpalla í Indlandi. Oh my god, hvað ég væri hræddur. Já, það er alveg brútal, sko. Þú veist, þeir fara niður... Hversu djúpt fara bara á botnin, skilur, í Tælandi, ekki Indlandi, sorry, og þeir fara í svona, kassa sem er 10 fermetrar og eru 6 í honum og fara alveg niður á botnin og eru, ég man ekki, einhverja viku á leiðinu niður. Viku? Já. Nei? Jú, ég sver það. Minni mig. og eru niður í mánuð. Og eina sem þeir gera er bara fara út í kafi og bara með svona loksuðutæki, skilur. Í alvöru? Er það bara með 1.000.000 á sekundu að gera þetta, skilur? Þetta er einhvers staðar heyri ég að þetta veri best launaða tímavinnan í heiminum. Já, það er rétt svo fucking vona. Og getur ímyndaðir, þú veist, ekki bara það... Gerir hann þetta í dag? Er hann ennþá að vinna? Nei, hann er ekki akkurat núna, skilur, hann tekur svona tarnir, sko. Og og það var hann líka í Nóri, þú veist, það var... Þú veist, getur hann, er netið? Það er eitthvað whack-ass-net, eitthvað einstaka sinnum. Myndir? Það er ekki hægt, nei. En er hann sem það er hæ? Já, einmitt. Og sko, þú getur ímyndar að vera mánuð og eina skipt sem þú farið að fara út er bara, þú sérð ekki neitt, það er bara svart, þetta er svo djúpt niðri og þú finnur bara, skilur, einhver ógeð sem er ekki búið að uppgöta, skilur, bara strjúkast í þér. Er hann að segir þetta við? Já. Er þetta giska á hvað? Nei, ég er bara sérlega ekki dýran ekki þetta. Og gaurar, þú veist, þeir hafa bara þurft að gaurar verður bara geðvigerðna niðri, skilur. Þú veist, bara niðri í mánuð og gaurar bara taka bara og þá þurfa bara að halda þeim niðri, skilur, og reyna að róa niður og það er bara svona... En fara þá ekki upp? Það er allt gert til að fara ekki upp af því að þú ert viku upp, sko. Viku upp? Eða sólarhringi, mann ekki hvort. Já, það meikar alveg sens að þessi tími og það er þetta depressor. En segjum að það sé bara sólarhringu niður. Já. Þá er það meðist það hellað, skilur? Þetta er fucked up. Já, þetta er alveg talað. Mann sem vorum að tala um geiminn í einhverjum þetta. Síðasta þetta. Og maður tala um geiminn síðasta þetta. Maður veit ekki hvað kemur út á þetta. En og ég var að segja að það er bara síðast sem ég væri til að gera, var að fara upp í game. Ég er búin að skipta. Ok, já. Og síðast sem ég myndi vilja gera er að fara onni. Þetta er martraða situation. Já, ég er hrættu í sjónu, sko. Ég held að það væri bara eitthvað svona Steven Spielberg eða James Cameron, já, fór í eitthvað svona hilki og fór hún í sjóin og... Já, en tjekka líka hvað er áhugaverð pæling. Ég hef heyrt þetta eins og í geiminn að fólk, þú veist, gæti alveg snappa, sko. Já. Ímyndaðar að vera þarna eins og, hvað, eru þið vik, nei, hvað er mánuð í senn? Mánuð.
Ég verið sko bara í Herjólfu og fólk snappar bara, það bara liðin 1,5 tími og fólk bara og sko þeir eru líka 6 á 10 fermetrum sko. En þú veist, eins og skýta og já, ég einmitt að hugsa já, það bara eitthvað svona geimfara sitt skilur já geimfara sitt, svona ryksu eða eitthvað já, ætli það ekki skilur ég væri geðveikt mikið til að fá bróðin já maður bara til þess að ræða þetta hann örugglega til í það sko Er hann á Íslandi núna? Já. En þú varst að nefna upp hérna systkini já ég við vissi ekki eftir systkini en þú varst hérna, það tamningamæður já kavari, flugmaður, þessi flugkona já og rapper já, rappari og svo systir mín hérna klára masterinn í afbrotafræði þú veist, eins svona successful rapper og ert þú svona the black sheep of the family? Ef við þyrftum að fara út í það, skilur ég eini sem ekki lærður í einhverju nettu, sko mér finnst ég veit hvort að tala en mér finnst það ekki réttur Nei, þess að þið fattar samt hvað ég á við að því mér finnst ég byrja bara að tala mentun ekki það sem Árni að gera ég bara, og þekki ég bara einhærslu skilur, bara í nákvæmlega sama katalóg skilur, það ekki til meira frelsi og meira self-made tala út frá sjálfum með skilur en maður vaknar bara og maður búin að skapa sér eitthvað atvinnugrein þar sem að þú ert þinn ein stjóri skilur í hérna Já, en ég ímyndum bara þegar það svona mikil mentun í kringum og að gera rapp, þú sko gaman að gera rapp Ég ekki mjög mér langar frekar að rappari heldur en að vera kafari í Dubai eða eitthvað Ég veit hvað minna, en ég veit í alveg tala ekki hvort mér finnst meira áhugaverðara af því að Mér finnst áhugaverðara að fara hérna að vera kafari Já, basically En ég sé líka bara því að þú veist það ekki, kafar ekki það ekki með kafar á Instagram skilur, að vera rappari snýst líka á svo stóran hátt eins mikið grilla að fara í þaula í því skilur, en þetta ímyndin út á við og maður að posta myndum og maður að kynnt undir eitthvað hér og þar og eitthvað svona bla dæmi að en það hafa allir séð það, hafa allir séð rappara einhvers já. En það hafa ekki allir þetta er bara fokka mér upp þetta að segja með djúp sjávar Mér langar ógeðslega mikið að segja gerð heimildamynd bara teimið, að þú veist, getur ímyndaðir þetta eru 6 gaurar, skilur og þú veist, Bjöggi, bróðir minn, hann dílar við þetta, skilur með að, þú veist, eins og þá hann skilur mánuð honi, mánuð ekki honi eða eitthvað og þá fór hann bara í einhver klustur hérna í Tælandi, skilur og var bara hugleiða og eitthvað, en svo eru aðrir sem eru bara einhverju svona töffarar, skilur sem eru bara, þú veist, þeir mæta bara og svo fara þær í mánuð, þú veist ekkert hvað þeir eru bara á einhverjum eiginmann í kring bara að fokka sér upp, skilur þeir kalla sig Underwater Cowboys hvað er heildin á þeim eða bara þessi gaurar, hinnir allavega Bjöggi og félagar, sko já, oh my god já, en ég held að, þú veist þessi einmitt gaurin sem eru að huglega sem að lifir þetta af, sko klálega en, sko, að öðru já, hvað er með það? Ég með podcast líka já, ég veit það og þú veist að segja ég var eitthvað fucking klón og ég ætla ekki að fara til það, ég þór ekki að ég ekki klón ég ekki klón en ég verið svolítið með lið í og huginn í podcastun okkar sem heitir Hubquiz og Nutquiz ok, til í það sem við erum með spurningakeppni fyrir hvernig annan by the way, það heitir Félagsmiðstöðin já, einmitt og það að finna á podcast-appinu og Spotify og og YouTube og bæðið þess að veit ekki allir það tekið upp hér á nákvæmlega saman stað já, ég var að pæla ég var að pæla ná í stólum minn með þessu það hefur gæðið en já, mér langar að taka þig í spurningakeppni það er Nutquiz það er Nutquiz, já ok er það bara ég bara einn í keppni? Já. Viltu einhverja tónlistundir eða eitthvað? Já, Viltu vera millionaire? Já, ég til, já. Ok. Þannig að þú byrja bara á því og ég setja undir. Það er rauninni ekki kepp, þetta er út að keppa í sjálf það. Ok, ég til það. Ok, ég að svona ná sönsum, ég þarf að koma mér í ákveðin svona gýr til að ok. Ég var með opin augun. Já, bara opin augun, heitir skrítið. Opin, fuck, ok okay. Út, sko. Fyrsta spurning Egill Plóter hefur verið vinsæll í þjóðfélaginu undanfarin ár
En hann sem sagt í áhugamanna handboltalið. Spurt hvað heitir áhugamannalið Egils Plóter í handbolta? Fæ ég ABC eða eitthvað? Eða ég bara fucking segja það? Þú átt bara að segja Valli Flatbaka líka í þessu ef það segir þér eitthvað. Ég veit ekki hvað það er. Plóter? Rétt, nei. Rétta svarið kría. Ok, kría, já. Næsta spurning. Það er ekki mikið að dýrum á Íslandi í náttúrunni, allavega svona stór, þú veist, maður er ekkert að fara að lenda í birni eða eitthvað, skilurðu? Nei, það er hárrétt. En það sem að við erum með frammi við það er mjög fallegt og farsælt fuglalíf. Já. En spurt hvaða farfugl ferðast lengst frá landinu þegar hann fer í burtu? Kría. Það er rétt. Ok, ég veit hvert þú þarf að fara. Ég veit. Podcastaliðin. Hvað heitir það þegar maður tekur stuttan lúr? Er það líka? Nei, það verður þetta ógeðslega fyndið. Ég veit allt svarið kría. Ok, Kría. Þú ert mikið að versla föt. Já. Já, svona, já. Já, að fá föt allavega. Ég er mikið að fá föt. En þegar þú verslar föt, Já. þá verslur yðurlega í stórverslunum að borðu H&M. En hvað stendur H&M fyrir? Hennis and Mortgage. Mortgage. Ég ætla að gefa þér rétt fyrir þetta. Það er Hennis og Moritz. Hennis and Mortgage. Hennis og Mortgage. Við verslum... Ég er búin að vera, sko, mamma var með H&M bæklinga sem var að panta úr, sko. Ég var alltaf eftir þessu. Hennis og Moritz. Já, Hennis and Mortgage. Hansen. Tvö stig, Guði. Ok. 2 stig, ok. Já, 2 stig. 3 stig, nei, 2, já. Já, heyrðu, það er sniðut. Höfum þetta þannig að þegar þú nærð ekki réttu svari, þá fá ég stig. Já, ok, ég er saman á því þannig og að það þetta er er 2-1. félagsmyndstöðun á móti podcastofan. Já. Ok, við erum fjölskyldufeður Já, í útkvörum. já. Við erum ekki lengur mikið að fá okkur pepperoni taco á ferðinni. Við förum í matvöruverslanir og verslum í matinn. Pepperoni taco er svo gott. Það er ekkert eðlilega gott. Það er svo í grilli. Í grilli? Ég sous vide, sko. Og það sem ég kalla sous vide er að ég læta í örbylgjarnir í plastinu ennþá. Já, ok, nice. Það er svolítið ekki að súja. En já, við förum í matvöruverslanir. Já. Og spurt í hvaða landi eða löndum er verslunin bónus staðsett? Í hvaða löndum? Í hvaða landi eða löndum? Það er á Íslandi allavega. Ok. Ég fær rétt fyrir það. Nei, Jú, það er rétt. Þú þarft að... En Er það loka svarið? Nei, okay. En segðu mér, er þetta, þú veist, eitt annað land? Eða er það 2? Þú getur gefið mig það. Þá getur ég ekki... Veistu hvað er mörg lönd í heiminum sem ég þarf að giska? Já, hvað heldur að þessu mörg lönd í heiminum með bónus? Það er spurningin, Guði. Ég held að það sé Færeyjar líka. Þannig að Ísland og Færeyjum, Já. lokasvar. Já. Það er hár rétt. Yes! Vá, Það maður. ég held að sé 7 bónusverslanir í Færeyjum. Færeyjar? Ok, vá. Shit, hvað veist ekki. Ég veit þetta því ég farið í bónus í Færeyjum. Já, hún góða staðfyrst í góði. Hvaða... Já, við erum tónlistamenn. Já. Og við erum gefið tónlist. Jú. Á Spotify meðal annars. Já. En hvaða lag er í efsta sæti í heiminum á Spotify í dag? Það er þarna Driver's License. Það er hár rétt. Já. Þakka þér. Driver's license? Já, það er ekkert spes-lag. Það er eitt af þessu lögum sem ég er alveg, þetta er bara fínasta lag, Já. En ég skil ekki af hverju heimurinn er að missa sig yfir. Nei, þetta er eitthvað svona, hún er huge with the teens, þetta er eitthvað svona teen drama og þetta er disslag á einhvern gaur sem að, þú veist, þetta er stelpa sem var að leiki High School Musical. Hvað heitir hún? Hún heitir Olivia Rodrigo og hún var sem sagt að leika í High School Musical rebooti og sem sagt og gæinn sem að leikur á mótinni er sem sagt í sambandi og hún á sem sagt að hafa, já, hún er komin inn upp á skjáinn og þau eiga sem sagt að hafa verið að slá sér eitthvað upp og þetta er svona eitthvað disslag á hann. Þetta er beef. Held ég, ég bara Þetta er beef, já. veit Er ekki það disla á þennan gæja? Ætli það ekki? Hei, látt hann í friði, maður. Af því að þau voru ekki að slá sér upp og hann átti kærustu eða eitthvað eða þá þau voru saman og hann held fram með henni, ég veit ekki alveg hvernig það var. Nei.
En Leiðilegt, leiðilegt að dysla á því verði vinsælasta lag í heiminum, einmitt, my guðminn almáttur. Og þá það síðasta spurningin. Ok, Hvað þetta er gaman. Það ekki? Og maður þarf þá að hlusta á félagsmyndstöðinu til að fá meira þessu. Ok. Hvað maður lengi? Stilum þessu. Stilum þessu. Ég býð þá bara til fleiri samsæðiskenningur með þú sér dáinn. Ok. Hvað maður lengi að harsi og egg? 8-10 mínútur. 10 mínútur? Þú getur ekki, það fer eftir hvernig hún vilt að hársóðið. 10-12 mínútur. Lokasvar. Það er hárrétt. Yes! Ég hefði gefið þér rétt að þú hefði sagt eitthvað frá 8 til 12 en svarið sem ég með hérna er 10-12 mínútur. Já. Vel gert. Ég er að my kind of egg. En voru My þetta kind of 6 spurningar? Já. Ok, það var 1-5. Vel gert. Wow. Þetta var... My kind of egg. Já, þú fílar harsóði. 7, nei. Ég er svona linharð. Ég fíla harsóði, sko. Dæmi. Þú ert farin. Yeah, I got to work, man. Já, Hvað er þetta? Það er viðbjóðslega fyndið. Já, Átni var ekki mættur í byrjun og ég farin á það með Sorry, guys. Ég er bara ánægð með það, sko. Við þurfum líka að fara að enda þáttinn. Ég samt náði ekki að fara inn á neitt sem ég ætla að fara inn á, sko. Hvað er búin að taka upp lengi núna? Ætli sem ekki búin að vera í... 50 mínútur eða eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. En við getum haldið áfram, sko. Já. Ég var svo mikið að spá í morgun þegar ég var svo ógeðslega fúll í morgun þegar ég sá svona eldgosafréttir. Og þegar, ok, reyndar, já, það sem ég ætla að spyrja út í. Núna, sko, þátturinn kemur ekki út fyrir eftir einhver tíma. Ok. Hvernig heldur þú að þjóðfélagið sé núna? Núna þegar þátturinn kemur út? Já. Sko, ég held að ég byrja að gjósa. Ok, býtu, ég væri til í að við myndum frist, já, ef þetta verður rétt hjá þér, Já. þá verður þetta mjög merkilegt. Já. Ok, það byrja að gjósa. Já. Úr einhverjum sprungum. Já. Og hraunið bara lekur eitthvað, skilur. Já. Og menn að spá því að þetta vari í nokkra áratugi. Nokkra áratugi? Já. Síðast þegar það gaus á þessu sveði, þá var það í einhver 150 ára eða eitthvað. Nei. Jú, það var 800 eftir En þú veist, erum við þá ekki að tala, sko, mér finnst ekki leiðilega en að fylgjast með fréttum. Mér líður illa í hjartanu ef ég byrja daginn að fara á vísu.is. Þannig ég fór á það. En svona óhjákvæmilega er að siktast út hitt og þetta og maður fær alveg og ég tjekka alveg auðvitað, það er eldgós í gangi og verði ég að tjekka öðru hverju hvort það séu byrja eldgós eða eitthvað. En þegar þetta kom bara, ok, það búið að vera skjálftar í 7 daga þá er maður bara svona snarpur skjálfti fannst í nótt. Já, og maður alveg, fann það enginn samt einhvern veginn Þetta ekki fréttnefnt lengur, skilur það er búið að vera 4 stórir skjálftar á dag eða eitthvað í viku. En heldur þetta verði þannig að Keilir verði, þú veist? Nei, Keilir mun aldrei gjósa áttur. Það mun aldrei gjósa áttur? Nei, það er þessi þannig tegund að fjalla Ok, þú er bara að fylgjast með. Já, það er Móbergsfjall, þannig að það gís bara einu sinni. Það gís bara einu sinni hérna á sinni lífstíð sem var einhvern tímann á ísöld. Já, ok. Þannig að gosi verði bara eitthvað svona, af hverju veistu þetta? Ég fór inn á Vísindavefinn og var að lesa mig til Keili. Já, þú varst að gera það? Já. Ok, nice. Þannig ég sel ekki dýra henni kæfti það. Nei, en ég var að keyra, sko, Oliver í leikskólanum í morgun. Þá horfði ég á Keili, og sést í Keili, sko. Og það hefði verið svo ógeðslega nett. Bara. Já, eða bara, veist, að það væri þar. Já. Og, veist, eitthvað svona rúndurinn, maður fyrir að köpa sér ís og fyrir að horfa á Keili og það er bara eitthvað svona alltaf sullast eitthvað. Já, það væri geðvitt. Eldgos og ógeð. Sko, hérna... Það er ógeðslega leiðilt ef þetta er að fara að vera bara eitthvað svona dáldið hættulegt svæði í 100 ár. Já, þetta er að fara að sullast og ég meina síðast þegar sullaðist þá varð, hraunið hjá það sem stúdíóið mitt er. Já. Þú veist, þannig að ef þetta var áratugið þá er bara, þú veist, þá fer þetta kraftin alltaf, en ég meina það geti bara, stúdíóið mitt geti bara farið út af eldgosi. Já. Ég hugsaði það einmitt, hvað var umulegt að búa á völlunum núna, út af þessu. Af því að þetta er bara einhvern veginn, ég var að taka tónlistavídeó hana bara fyrir svona 2 vikum eða eitthvað. Aha, bara rétt, ég bara hjá, það heitir Djúpavatn, sko, þú veist að keyra hana milli, keyra bókstala, bara það sem stúdíóið þetta er, og upp á Kleifavatn, veistu hvað það er, og og þú tekur Krísuvíkuveginn. Já, og þú tekur hægri beygju rétt á hann kemur upp á Kleifavatni,
þá getur þú farið aðra leið og í Grindavík eitthvað og vorum að taka vídeo þar og þar nákvæmlega þetta svæði og það væri heldur nett sko ef maður náði þessu einmitt eitthvað svona Fékkst þú SMS frá 112 í kær? Nei, fékkst þú? Ég held að því að ég var upp í stúdíói þá voru örugglega bara þeir sem voru á þessu svæði ég fékk þess að SMS frá lögreglustjórunum á Suðurnesjum vegna hugsanlegra eldsumbrota á Reykjanesskaga af öryggisástæðum lagt bann við allri umferð gangandi og akandi í námunda við Keili og Fagradalsfjall. Ég var í stúdíu og ég bara, það fucking grín, er þetta orðið svona? Það bara verið að ég er ekki bara svona SMS sko. Ég er bara að prófa að keyra upp í Hafnarfjörð bara til að sjá hvort það tekið inn. Ég náttúrulega fór sko í sumarbústað nákvæmlega meðan allir skjálftanum voru. Þannig að þetta fyrir mér þetta bara ekki að gerast. Og sér finnst mér svo ógeðslega fyndið að mér á að finnast þetta miklu merkilegra en þetta ég bara maður svo gegnsýrður af síðasta ári hvað það var ömurlegt og síðan maður einhvern veginn bara með konstant ef ég vil sjá eldfjall þá get ég farið bara á Google og skrifa bara volcano erupting eða eitthvað þannig að það ekkert sem kemur mann óvart lengur nei ekki einu sinni fokkin eldgos getur skemmt manni skilur maður bara eitthvað Já, ég uppgötaði þetta sko þegar ég var í meðferð þá var ég náttúrulega ekki með síma í mánuð og fram að því þá var ég ekki sko, útsýni gerði ekkert fyrir mig þegar ég sagði mér það bara, ég get bara googlað eitthvað flottar útsýni, skilur en þegar ég var á Staðarfelli þá að því ég var ekki með síma og ég gæti ekki googlað neitt, skilur og þá svona einhvern veginn gaf það manni aftur eitthvað Hvað tók það langa tíma? Það var örugglega þegar ég var búin að vera á Staðarfelli í svona 2 vikur þá var ég að lappa upp fjallið og svo bara horfði yfir og ég bara eitthvað En finnst þér að þú ennþá búa yfir því að ertu búin að missa aftur? Ég er ekki búin að missa það alveg en það samt ekki jafn geggjað skilur Fyndi, ég er svona nýbyrjaður myndi segja bara svona síðustu 2 árum og kannski líka bara eftir ég fór að spá aðeins í mér eða eitthvað Og hvað gerist á síðustu 2 árum? Þú veist, þá er ég fór að taka eftir náttúr svo brjálæslega mikið ég kom, það er bara svona önnur sína ég ætla bara að fara endalaust oft út á land og spila og eitthvað maður fer í bíl eða flugvél og maður veit ekkert hvar maður er og maður ratar ekkert beint og ég veit stundum ekki í alvöru talað hvar ég er landakort en daginn vorum við að tala Bíldudal og ég var alveg, er það ekki hana hjá Egilsstöðum en þá var það sko á Vestfjörðum Já, einmitt ég get ekki bent neitt sko svona grill ég get ekki bent á Kópavog og kortið sko Ég gæti örugglega ekki bent á Kópavog ég get bent á Reykjavík á stóra kortinu ef ég fæ að nota vísifingur og svona bara bendi yfir það er bara hér einhverstaðar skilur og Akureyri held ég alltaf ekki fræðilegur að ég get gert það Akureyri, ekki séns bara Vá, þurfum að ég get ekki flett upp kortum eða neitt og vera eitthvað hvað með þetta? Ég ætla að segja með eldgósin, það fórst í töðunar á mér, ég vaknaði morgun og var bókstaflega að horfa á fréttir það sem ég segist ekki gera en gera samt og fyrir mér eiga eldgósabækistöðar að vera nákvæmlega svona settu því scenario, það er svona ógeðslega vel uppstrekt tjald sem var sett upp af hernum hvaða her? Ég veit ekki, ég skilur bara það mér líður þess að ég var vel uppstrekt, þetta er það vel uppsett tjald að menn eru bara stuttarmabólnum að inni og það er til mikið svona bara svona einhverju fólki að labba og veist ekki alveg hvað er að gera og hermönnum að labba og síðan er lið sem stendur við svona borð svona stórt borð og það er mynd af eldgosasvæðinu og allir eldgosafræðingarnir eða jarðeðlisfræðingarnir eitthvað eru í svona skyrtum, annarkvort gallaskyrtum sem má brjóta upp á eða í svona stuttarmabrúnni skyrtu og þú veist svona þau eru öll klætt eins og fólki í Jurassic Park skilur og þau eru að benda eitthvað á kortið og síðan kemur einn með einhverju kenningu og að hleyja á hennum en síðan var það rétt og eitthvað svona Finnst þér að það ætti að vera það? Þannig ættu þeir að vera. Þannig að íslenskar orkurannsóknir, bara EHF, ætti að vera svona. Já, en síðan sá ég bara, kom í fréttunum, bara einhver kona í svona Gore-Tex rauðri úlpu með buff og er eitthvað svona, og hún er þá fræg og svona,
eldgosafræðingurinn eða hvað sem það er Já. með svo mikið fucking anti-climax úr þessu, ég ímynda mér eitthvað svona fólk í safari-fötum í einhverju hertjaldi, að þá var þetta fólk kona með hór í einhverju mosa, skilurðu hún er að það gæti, ég má ekki vera eitthvað svona, er að gera svona það skal tala hefur séð myndina af konunni með begluna, það er það sem ég sé fyrir mig ég er að segja, hann var mér langar svo mér langar svo mikið að taka fréttinda frá gær og þá mynd og svona setja það saman Einmitt. en ég er ekki fyrir að gera það af því við erum ekki með tæknimann Einmitt, hann er farinn hann bara bókstæðlega fór við leikum lausum hala hérna í dag já maður og hvað er planið hjá þér? Núna, bara yfir höfuð Ekki í dag kannski, en bara svona komandi tímar þú veist, nú er þetta virðist vera í 10. skiptið aðeins að slaka á þessu COVID-dæmi Já, fuck it maður ég einhvern veginn ég er örugglega þegar þessi þáttur er komin þá er ég nýbúin að gefa út lag þetta lag sem við vorum að tala um þarna sem var tekið upp á eldgosasvæðinu og ég veit að ég er einhvern veginn, ég nenni ekki að vera jákvæður fyrir en ég geta skilur, ég er alveg farin að plana jólin skilur, og farin að plana einhverju svona fram í tíu, búin að bóka græna hattinn í apríl, sá þú ert búin að bóka græna hattinn í mars Já, hvað ég átti að vera helgina held ég Ha? Já, ok Nei, núna helgina Já, en það er ekki fyrir að gerast Nei, ég er búin að cancela þig Ok, já, bara því það með að vera 4 og það er ennþá 2 metra regla og hvað en það er náttúrulega málið, þetta veist, okkar dæmi þetta er svo, veist, núna fyrir veitingastæðar þetta geggja það það er allt farið í gang en rap tónleikar virka bara ekki rap tónleikar virka ekki nema fólk megi vera óþægilega nált hvort Algjörlega skilur, bara bak í bak eitthvað svona pældi hvað er langt síðan maður var með bara eitthvað random manneski sem maður vildi ekki hafa í lífi sínu bara uppi sig Einmitt. Já, okkur, það er alveg skrítið að maður saknaði smá sko Já, maður tala um þetta svo ég er farin að sakna gaursins sem grípur fram í fyrir mér á milli laga Já Gaurin segir við þig Taktu Elías Taktu Elías Hann á afmæli Hann á afmæli Hann á afmæli Hei Viltu sopa Viltu sopa Viltu sopa Nei Viltu sopa Shit man. Er fleiri típur sem mannst eftir sem eru svona að þið viltu sopa gaurinu til Já klípa kynferðislega áreita konan hún er til, já, hún er til, já hún sem klípur í eða svona ætlar að klípa í pung en nær bara í sköflungin já, grípur hnén já, eitthvað svona það er steikt sko ég var einu svona oft í rifnum gallabúsum sem var með skilur nei já, sem var með rifið svona rétt fyrir hún hnéð ég bara hætti að spila í þeim sko að því að fólk var bara að rífa þess nei, að því að það var bara að fara inn á skilur inn á, já ok, ég held að það var alltaf svona stækka gatið og hugsaði þetta fyndi en mér finnst það eiginlega ógeðslega fyndið samt að fólk hafi svona að því ég hugsaði þrönga gallabuxur síðan gata á þeim og fólk hafi einhvern veginn svona náða að lauma já, þetta er þessi sko en þegar þú varst single, fannst það þá skemmt nei maður, þetta er bara steikt sko já, ég veit að því maður er bara þú veist maður ekki kannski í stuði fyrir þú veist bara, ok, kannski ekki káa mér meðan ég er að reyna að muna þetta versið skilju já, líka þú veist, þetta er ekki þú veist, there's a time and place to be horny og það er bara ekki upp á sviði fyrir framan 500 manns nei, þú veist, eitthvað að því pældi og myndir act on it skilju, og var að lausa og væri bara act ég veit, Danny Brown hefur þessi vídeo á honum nei það sem hann er bara að fá blowjob upp á sviði og maður er bara, gauð, þú verður að hegða þess pældi þegar hann vaknaði daginn eftir hann hefur verið heldur það? heldur hann ekki að hafa verið bara á 10 epilum kvöldi aður? Jú, alveg 100% en síðan þegar hann vaknaði og fekk hann sér aftur 10 epilur en ég held sér hræðilegt að já, eitthvað ekton, eitthvað svona dót og þú veist bara símar, skilur við algjörlega, hvernig getur ímyndaðir hvernig bara svona rock tónleikar voru bara in the 70s sem að við erum bara ekki, þú veist,
það mun bara aldrei líta dagsins ljós. Það var bara bókstaflega gaur, það voru örgulega hræðileg hlutir sem að þeirra rockstjörnur gátu gert það sem þær vildu. Og ef einhver var að segja eitthvað, það var bara, að það gerist ekki. Við erum minna 10 gaurar í rockljómsundinni sem að sönnum það, eða eitthvað. Að það er ekki einu sinni langt síðan, það er bara ekki langt síðan ég var að spila og það voru ekki allir með síma. Ég var bara að vinna í Smass þegar 3G kom og það var og það var meira sér ekki 3G, það var þegar kom maður þegar kom í Nova og og maður var með eitthvað svona Nokia síma og maður var eitthvað að taka myndir eins og maður væri eitthvað að fara að geima þér ever, skilur þú? Áttu þannig síma? Já, ég held ég eigi þetta allt einhvers staðar. Það var legendary að þú myndir það eru bara 3 pixlar. Já, en ég meina bókið þín maður. Já, ég er vondu vinur sko, en þá, ég er búin að lesa smá á henni. Þess vegna veit ég að þú ert Hveragerði. Já. Veit þú ert ekki original cowboy. Nákvæmlega, 810 baby. Er þetta að fá þessu bókið þá? Ég veit ekki, ætla það ekki, í einhverjum verslurum. Og fá hann árita og... Nei. Herri, já, þú varst líka segja daginn, þið finnst svo gaman að fá svona afmæliskveðju request. Já, ég var að segja þér það, já. Þú sagðir, það er svo gaman þegar fólk er að senda mér svona request á Instagram, og að það væri í raun og veru þín skylda sem opinber persóna að sinna þessu. Já, sagði ég það, já. Já, mást ekki, þú sagðir að við mig. Ok, byrju, nei, ég ætla að skoða... Þú sagðir að við mig rétt áður en þú komst. Skoða tjatti á milli okkar, sjá nákvæmlega, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, það gæti hafa verið svona. Vorum við ekki bókstaflega að tala um þetta á? Jú, vorum að tala um þetta á Instagram. Má ég sjá... Það er að klippa út þessu, þú var að segja. Má ég ekki... Nei, byrju, ég er ekki með þetta. Þú sleppur fyrir hótt. Ég var að spurja, ég get sagt þér að ég sendi Cameo, er einhver að kaupa kveðjur í gegnum það? Þú sagðir, ég hækkaði það í ég nefndi þess ekki. Ég sagði, ég fæ 2 fyrirspurnir á dag. Já, óþolandi. Og ég segi, ég myndi nefndi þessu fyrir 4.000. Þú segir, já, nice. Og síðan tölum við bara saman í dag. Það var ekkert... Algjöra prímadónur. Ég nenni ekki sem damalis hvað Þetta er óþolandi. Þetta er ógersamlega óþolandi. Já, ég hækkaði mínar. Já, ég myndi líka bara eins og við höfum eitthvað annað að gera í COVID, skilur. Það er bara ekkert. Fyndi hvað maður er, fyndi hvað maður er bara, maður tekur upp síman, einan er að senda frængu minni afmæliskveðju og maður er bara ég ger svona og sko, í alveg tala, í staðin fyrir að ég myndi bara gera það. Já, ertu í þessu scenaríói, ertu í matsal og það eru stelpur með þér sem eru allir í bleiku? Já. Þú sýnir þeim þetta. Við erum all, ég sit með þeim og það er á svona löngu borði og við erum nýbúin að gera grín af lúðunum. Einmitt, nákvæmlega. Ég er nýbúin að svona þykist vera góður við eitt lúða og síðan hrinda bakkanum hans. Einmitt, nýbúin að láta óvinnslega stelpu þróa með þessir átröskun. Já, og kærasti minn sem er í svona háskóla var að koma og ég er í pilsi og ég er að gera svona. Það hefur verið fucking fyndið vídeokoncept fyrir bleikt skílag að gera svona Mean Girls vídeo. Það hefði verið reyndar mjög gott sko. Ég var smá, ég samt var alveg í bleiku leðri en eitthvað svona high school vídeo fór all out sko. Reyndar var Ariana Grande að gera það bara fyrir 1,5 ára. Ég var einmitt að hugsa, er það ekki? Já. Það er sko, sú mynd hún er guilty pleasure af mér en hún er ekki svona guilty pleasure. Nei, hún er bara geggjuð. Hún er bara pleasure. Þú veist að Tina Fey skrifa hana. Það? Ok, nei, ég vissi ekki. Sú mynd er alveg, ég man sko þegar ég var þunnur og leið svona ömulega og langa ekki vera til þá horfði ég oft á hana. Ok. Að ég veit ekki út af hverju, bara hún lét mér líða vel en hún er samt með boðskap líka og einhvern veginn
og eitthvað svona, við líka, veist, bara sæta stelpur, boðskapur, Lindsay Lohan eitthvað áður hún fór að gera eitthvað skrýndluti. Og hún kom til Íslands í brúðkaup. Já, hún kom til Íslands bara eitthvað. Varst þú í því brúðkaupi eða? Nei, ég var ekki í því brúðkaupi. Ég veit hvað brúðkaupi var, mér var boðið í þetta brúðkaupi. Ég man ekki af hverju. Spilaði eitthvað. Það var hann Oliver Luckett, brúðkaupið, mikla. Já, nei, ég man ekki hvað var. Örugglega verið að spila einhvers staðar. Og ekki það að ég sé eitthvað Get Tight með Oliver Luckett. Nei, ég er að segja einhver eftirsjá að hafa ekki hitt Lindsay Lohan. Það er samt alveg ekki saga, sko. Ef maður hefði hitt Lindsay Lohan. Ekki bara hitt hana, heldur bara verið bara í brúðkaupi með henni og bara verið eitthvað, þú veist, að djamma, skiljur. Já, það er samt sko, það myndast svo ég hef nokkru svona verið í kringum svona superfrækt fólk. Okay. Bara eitthvað svona tónlistamenn og eitthvað svona út að sóna eða baksins og tónleikum eða eitthvað. Og það myndast alltaf grillaðasta stemming í heimi. Já. Það myndast eitthvað svona eins og það var partí heima á Loga. Hefur þið heyrt þetta partí? Það er Skrillex, ég elska það er enginn búin að vera tölur það er lengi já, sko, nei, það var sko ekki bara Skrillex það var Skrillex, Young Lean og Pía sem heitir Elephant sem var alltaf hot at the time sko. Ég veit ekki hvað og þau voru öll á sama tíma í partíinu og hópuðu þau sig allir saman að þau þurfum Nei, nei, þau vissu eiginlega ekkert af það var ekki hvernig var þetta var bara ógeðslega grillað og við fyndið Skrillex var eitthvað að DJ-a og hann var að DJ-a eitthvað svona umurlegt dubstep alveg svona hræðilegt dubstep var þetta á þeim tíma sem hann var alltaf með skilur, já, það var þetta meðvirki með tónlistinni með Diplo Nei, hvað það að spyrja? Nei, var þetta á þeim tíma þegar hann var alltaf með sidecuttið og glerugun? Já, er hann ekki þannig ennþá? Nei Minnst hann búin að vera einhvern veginn Hann er alltaf hætti með glerugun, hann er komin bara með Louis V shades sko. Ég talaði sko einhvern tímann þetta að Haukur í diktu eða diktugaurarnir og Skrillex þeir eru vinir Aha Já Hvernig? Þeir eru vinir á þann hátt og ég fekk svona í smástund var ég bara er ég er ég að vera eitthvað klikkaður á því akkur minni mig eitthvað að dikta og Skrillex séu vinir og þannig ég sendi á Hauk ég skrifaði, ég að rugla? Er þú og Skrillex vinir? Er þetta gerfi minning? Ég man ekki hvort ég að tala það þá bara hlusta fólk aftur eða slökkur hann segir, haha, nei þetta er ekki gerfi minning við hefum samt ekki verið í sambandi síðustu árin hann kom oft hingað til lands með overprodúsernum Ross Robinson til að hitta diktu þeir flugu frá LA til að stoppa hér í 7 tíma og fór síðan aftur þá var hann nýhættur í metalbandinu sínu og var byrjar að fikta við að gera raftónlist þá var hann 17 ára hann var sem sagt aðstofamaður Ross Robinson síðan kom bankarhrun og blá blá, ég dóttir mikið ekki fara inn í hana líka já, þetta er ógeðslega fyndið þetta tengist í raun og veru þannig að hann er aðstofamaður Gaurs sem að sér alls konar bönd eins og Korn og Limp Bizkit og At the Drive-In minni með okkur sem dótt Gerhópur sko, at this time er þetta alveg frekar crazy hópur sko og Korn Slipknot, Limp Bizkit maður sé að býta þetta er merkilegt og það er svona, síðan vorum við baksins og við vorum eitthvað fanboy kringu Skrillex og þá hittast Haukur og ég man ekki hvað hann heitir Skrillex-skurinn Skrillex nei, hann er bara með nafni þú þekkir hann það vel? Já, þeir voru bara hérna eitthvað, og Lenny eða eitthvað Lenny Skrillex og síðan var sko ógeðslega fyndið moment sem gerist í partíinu þá var þess að árið áður en við hittum Skrillex þá hittum við Diplo og ég og Keli við hittum þess að Diplo í lyftu á Íslandi? Já, og vorum baksins tónleikum við vorum nýbúin Diplo tónleikum við vorum með baksinspassa því við vorum að spila líka og við erum að fara í lyftu og við erum með lyftu á neðri hæðina og erum á leiðinu upp og síðan stoppa lyftun á einni hæð og inn kemur labba bara Diplo og við erum bara
3 í lyftunni, bara ég, Keli og Diplo. Já. Og það tók okkur svona 10 sekundur af kúli, þannig að við bara svona eitthvað svona, með að fá mynd, eitthvað svona títur og eitthvað. En allavega, síðan spólum við ár fram í tíman, þá erum við í þessu partíi og það er nú, ég held að sem ég geta snitsa neitt með að segja að það var haft vínum hönd í þessu partíi og menn voru fullir og Keli var hann fullur og hann situr hlýðan á Skrillex og hann er að reyna að útskýra fyrir Skrillex að hann hafi hitt Diplo in an elevator og hann segir hérna, Mr. Skrillex og svo er alltaf að reyna að ná hey, Skrillex I met your friend in a Skrillex, I met your friend Diplo in an elevator og gera eitthvað svona aftur og síðan mani hann setur svona hendina svona á læri á honum Á Skrillex? Já, Shit. og Skrillex stendur upp og er bara hey, bara reyna að hætta að fucking tala oh my god þarna vorum við pían á tónleikunum Já, einmitt, að Keli já, og ég er með þér Já ég stoppaði þetta ekki, ég var ekki látt hann vera Hei, látt hann vera hei sástu píra sem reynda að cancela Birki Beck Já Það er ógeðslega fyndið var það finnast í heimi Það var ógeðslega fyndið hver heldur þú að þú sért einhver jötun að gera grín af þeim sem minna mega sín og maður var alveg, yo, if you only knew girl Þannig að hún var í rauninni að leika jötun hún var jötun og síðan svo fyndi sko vídeo síðan þegar lúpan er búin og þessi lúpa af Birki þess að hann er að byggla gorm og telja 1, 2, 3, 4 1, 2 það er bara ótrúlega þetta er bara svo comedy gold allt saman Fílið á vídeónu? Nei, ég held að sé bara ennþá up and running, sko, ég hef ekki hugmynd, mér er alveg svo og mér veist ekki eitthvað, ég þoli bara ekki já, að ég veit ekki, þegar fólk verður svona ljótast og ég er ekki að tala um hana, ég er að tala um eins og það er að Birkir er að setja inn eitthvað að Maggi mixa ekki að bora pulsur að þenni feitur eitthvað svona, og ég er ekki að segja að Birkir á þetta ekki að vera að gera það setja þetta inn, en fólk er að segja svo ljóta hluti ég er að fara ég held að þessi annarskipt sem fyrir þetta fólk er að segja svo, fuck hvað er að fólki sem fyrir kommentakerfi? Þetta er sko, TikTok er mest savage kommentakerfi ég sé það er rosalegt sko. Ert þú á TikTok? Já. Ertu að posta á TikTok? Nei, ég hef gert það skilur. Varstu ekki aðeins til að byrja með? Jú, en ég hef ekkert nefnt í sko. Maður er ekki að gera neitt. Nei. En þú veist, er þetta hérna er engin svona tækifæri í þessu eins og Instagram að búa til tekjumöguleika? Sko eiginlega ekki af því að sko þetta er miklu minna svona, allavega það sem ég þekki á þessu svona follower based, þú veist, þú færð í rauninni bara einhver views ef þetta verður viral það skiptir, þú veist, og það er ekkert garantít að það eru gaurar, einhver íslenski gaurar sem eru með skilur 200.000 fylgjendur en þeir fást kannski 2.000 views á myndbandið sitt, skilur, af því að það er bara eitthvað ad, skilur. Já, ég skilji. Já, ég var einmitt spóið þessu, hérna, við gerum hana podcastala TikTok. Einmitt. Ég gerði ekki, það var einhver sem gerði það innan hús fyrir okkur og bara á einum degi voru vídeo komið með 20.000 views, skilur, maður bara, hvað gerðist? Og hvert fór þetta og ég sé ekki hvar er það, hvar er þetta að vera væral? Eða, hérna, þannig ég átti að einhver tíma hlaut að koma eða maður er í gamle kallinu. Já, algjörlega ég nenni ekki pæli í þessu, sko. Þegar kemur að sko samfélagsmiðlum. Já. En þú ert ekki að posta svona dansvídeó? Nei, það væri þetta ekkert eðlilega fyndið, sko. En það er eina, sko, að þú veist, þeir sem eru stórar á TikTok á Íslandi, það er alltaf enskumælandi dót, sko. Það er engin eitthvað svona huge... Bara... Já, einmitt, það er engin huge bara sem að höfður bara til Íslandinga. Ég get bara nefnt einn gaur sem ég veit eitthvað TikTok. Það er Lil Curly? Já. Það er eini TikTok-gaur sem ég veit og síðan veit ég þú veist, ég veit Aron Móla er hana og eitthvað known faces og einhver stelpa sem er alltaf að mála eitthvað mála sig eitthvað svona nett. Og huge. En já, hérna, Lil Curly maður, hann er alveg sniður, sko. Hann bara, leið og hann fekk eitthvað klátt inni, þá bara bjóði hann til merch og bara seldi bara einhverja peysur á 4.000 kall og seldi, ég veit ekki... Og er að selja það? Nei, sko, alveg bara ekkert eðlilega mikið, sko. Já, I respect that, sko.
ég fíla það. Já, maður, bara get paid. En borgaði skatt að þessu. Já, hann verður hann verður að telja þetta. Já. Hann verður að telja og borga. Já. Nei, ég fíla það maður. Ég bara go get all the money og verið ung og sæt og fesk og haldið þessu shit áfram. Herri, þetta er lokaórun okkar. Takk hérlega fyrir mig. Tjekki á félagsmiðstöðin, það er þið þurfum náttúrulega ekki ég þarf ekki að segja ykkur að tjekka á fucking tónlistina svona, hún er bara, það er allir að tjekka á henni. Gang. Og Tjekki nýja lagi með Huginn, Geimfarar. Já, tjekka nýja lagi með Huginn. Ég er að horfa í þessa kameru og þú ert að horfa í þessa kameru. Já, þetta er skemmtilegt. Getum við sett svona split screen, svona. Og bara haldið áfram og svo ég segi þetta alltaf við þurfum meira fylgi, við þurfum þessi likes, við þurfum þessi comments, við þurfum þessi 5 stjörnur, við þurfum subscriptions á YouTube, allt sem að heldur okkur gangandi, svo einn daginn getum við farið í slag við Sölvi Tryggva.